Blessaður Valdimar. Og sæll og blessaður. Maður hittir þig nú gjarnan svona förnum vegi. Já, maður á það til að heykjast hér strætin. Þú ert gangandi vegfarandinn. Já, ég hreyfi mig mikið bæinn, miðbæinn. Þú ert að gefa út bók með sonnettum. Ég miskist að þessi bók hafi eiginlega slegið í gegn fyrir jólin. Ég veit ekki, en hún seldist upp og svo sem fór ekkert með skautum, en hún týndist af búðarborðunum. Já, en þetta er ort í hefðbundnu sonnettuformi. Já, ég held mig alveg við stuðla og stefja hreim eins og vera ber. Það er ekkert svo mikill vandi í raun og veru að aga sig í formið. Það geta allir lært það og unnið, sko. Það er bara eins og hvað annað. En hvaðan sækjuru yrkisefnin? Það er bara svona úr tilvistinni og lífinu svona í gegnum tíðina. Já. Og þetta er oft á löngum tíma. Þetta er svona eitthvað sem hefur uppsafnað vandi og safnast í skúffuna á góðum áratug. En þú ert alveg óhræddur við að yrkja tilfinningar. Þú opnar sjálf á þitt dálítið. Já, því að það er alveg nóg. Ég er að yrkja bróderingar og dúglagnir og svona skreytingar. Það er bara minn háttur og svo hafa aðrir sitt. Þannig maður er svona í eilífri tilvistarglímu við sjálfan sig og heiminn og þess vegna yrkir maður bara það. Ég held að þú hljótir að vera eitt af Íslendingur sem er hvað fróðastur kveðskap. Þú kannt að fara með ókjör af kveðskap eftir skáld utanbókar. Já, ég einhvern veginn byrja á þessu ungur að rólast í búðinni hjá Braga vin okkar og í bókinni á Laugavegi og víðar og byrja svona á svona fræðaefni og fer síðan í kveðskapinn og sópaði mér gömlum og það er góður tími þegar ég byrja. Tiltölulega ódýrar þessar bækur og mikil aðföng. Og þú lærir utan að? Já, það er alveg óviljandi. Það er bara því að maður notaði svona stefjarheiminn og kvæðin svona með maður gekk bæinn í beiskju sinni og tilvistarangist að sefa sig einhvern veginn. Þá kom eitt stef eftir Þorstein frá Hamri, Hannes Pétursson, Snorra Hjartarson eða eitthvert höfuðskáldið. Ég ætla að biðja þig að fara með eitt kvæði úr bókinni, við skulum fara inn í hlýjuna til að gera það. Og kæra heimska, ég krýp við þína skör, ég kom í fóstur til þín barnaaldri, tryggð þín líkist fornum göfgum galdri og glöð þú jafnan stýrir minni för. Og veisluföngin velt af hverju borði og veigar ljúfar ætla seint að þrjóta. Eitt er víst að það vilja margir njóta og varla tæmist sá endalausi forði. Á beiskum legi bergir margur glaður og biður þess að tæmist eigi dreggjar og dvelur sjaldnast innan vísdómsveggjar en velur sífellt innihalslaust þvaður. Við unum glöð og sæl, við hólan hljóm og heimska þegar við sendum kort og blóm. Þetta var þess að heimskuna. Já. Já, eilífan fylginaut okkar. Hún er fylgisfögn. Hún er fylgisfögn. Heyrðu, mér skilst að þú sést alltaf með bækur í þarna skjóðunni hérna. Hvað ertu með núna? Það er nú ýmislegt fanga hér. Ég er nú til dæmis með fyrir kvöldirum eftir Hannes Pétursson. En svo sér þið hún lúin og búin að fara í marga ferð. Já, ok. Og svo er ég með hér nokkrar bækur eftir Þorstein skáld frá Hamri. Ég skil hann sjaldan við mig. Þorstein frá Hamri, já. Og svo er það Snorri Hjartarson. Snorri Hjartarson, það er ekki ónýtt að hafa hann með sér. Og hvað þetta eru bara sjálfar lindir, hinnar tæru uppleiftu lindir. Já.
Það eru ekki moldrunir lækir þarna. Og svo er kvæðabók Hannesar í fyrstu útgáfu. Já. Þetta ertu sem sagt að bera með þér bæinn, í skjóðunni sem Helga kreskaðir. Já, ég hef svona eins og ég segi, tæru uppbrettur þarna með mér, þannig að ef ég lendi í einhverju tilvistarkreppu getur maður leitað hælis þarna í þessum vinjum. Hjá Þorsteini eða Snorra. Já.